Mm. Okay. Alrededor de Diana. Ja. Okay.
Við söfnumst hér saman í Seltjarnarneskirkju til að kveðja Þórð Ægi Jensson eða Tóta. Mig langar í upphafi að lesa kveðju. Orð eru fátækleg á stundu sem þessari, margs er að minnast, margs er að sakna. Ég byrjaði þá minningu þegar ég hitti þig síðast á 24. nóvember 2024 þegar ég kom í stutta heimsókn yfir hafið. Við áttum gott spjall heima og geima, grátur, gleði, sorg og hamingja var meðal þess sem komst að og á milli í samræðuna. Eftir þig standa verk sem fáir geta státað af og það er helst að nefna börnin þín 3. Til barnanna þinna, elsku frændi, Jens Heiðars, Ísfold á Töfum, Guðnýjar Karmen, sem á fjölskyldur, aðallega Kjálum, Írisu Dögg, vinum og öðrum vandamönnum og konum, sendi ég og frúin mín okkar dýpstu samúð og kveðju. Það var hvert sem við veitum og munið að bera ávallt fengið eftir hvert fólk. Hans lifir í brosi ykkar huga. Takk fyrir allt og allt, elsku Róbert frændi. Undir hverjum að reyta Róbert frændi og Ellen í Norge. En hægum stundum að því að sigla okkur og segja nafnir ykkur stöður, svona og heilans andar. Amen. Við byrjum Guð miskunnsemdara var það hugguna sem reisti soðinn fór haugum, lítið náð til okkar og heit bænir okkar þegar við ákvæðum þig og hjálpa okkur með huggun hins heilaga. Þú ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgveikum skuggum og hinum deyjandi líf. Blessa okkur þessa stund í helgidómi þínum
Látt okkur finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og við blessa og svo. Jesú Krist. Við byggjum í hans nafni. Amen. Ég les úr bréfi Páls til Rómverja. Ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né þyngdir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt, né nokkuð annað skapað, muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni okkar. Og ég les einnig Guðspjall, við erum að rísa á fætur. Marta segir við Jesú, drottinn, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér það sem þú biður hann um. Jesús segir við hana, bróðir þinn mun rísa. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprisunni á efsta degi. Jesús mælti ég upprisun á lífið, sá sem trúir á mig mun lifa á degi, og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu degi. Þannig hljóðar heilagt Guðspjall, lofsyng til Kristus.
Flestir þekkja mig, ég heiti Guðný og ég er dóttir Tóta. Fyrir sirka 3 árum söng ég í útför ömmu minnar með mömmu og pappa. Eftir hana sagði pabbi við mig: "Ó, hvað þetta var falleg hjá þér. Þú átt að syngja í útförinni minni." Við höfum ekki hugmynd þá að hún kæmi svona snemma. En ég hef oft auðveldara með að syngja en tala, svo kveðja mín kemur í formi lags sem heitir Kveðja. Það sem englarnir syngja, sefur í djúpinu væra, við hin sem lifum í trú, að ljósið bjarta skein. Veki hann með sólarmorgni, veki þig með sólarmorgni. Drottinn minn faðir lífsins ljós, þögn þín að skína svo blíð. Minn styrkur þú ert, minn lífsins rós, táir þér myrka hvíld. Þú vekur hann með sólarmorgni, þú vekur hann með sólarmorgni. Faðir minn, láttu lífsins ljós lýsa upp sorgmætt hjarta. Hjá þér ég finn frið og skjól, láttu svo ljósið þitt bjarta. Vekja hann með sólarmorgni, vekja hann með sólarmorgni. Drottinn minn réttu sorgmæddri sál, svalar ýmur hönd og slökk þú hjartans harma bál, slít sundur dauðans bönd. Svo vaknar hann með sólarmorgni, svo vaknar hann með sólarmorgni. Farðu í friði, vinur minn kær, faðirinn mun þig geyma. Aldur og ævi þú verður mér nær, aldrei ég skal þér gleyma. Svo vöknum við með sólarmorgni, svo vöknum við með sólarmorgni. Svo vöknum við með sólarmorgni, svo vöknum við með sólarmorgni. Hann þeirra hvert ár á augum þeirra og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki hagið, né bein, né för fram að því, við fyrra og farið. Sá sem ásættur satt sagði, sjá, ég geri alla hluti ný.
Þann 5. júní árið 1971 fæddist hjónunum Jens Þórðarsyni og Hansínu S. Gísladóttur son. Hann fékk nafnið Þórður Ægir. Hann var síðastur í röð 4 systra. Elst Edda Margrét fædd 1955, síðan kom Cecilia fædd 1964 og þá Jens Óli árið 1968. Systkini hans minnast hans sem ljúfs og góðs drengs. Ég vil hér í upphafi skila kveðju frá Jens Óli og fjölskyldu hans sem búsett í Tækni. Þórður var yfirleitt kallað Tóti og ólst upp á Seltjarnarnesinu, nánar tiltekið á Vattarbraut 17. Hann kunni vel við sig á nesinu, gekk í Mýrarhúsaskóla og Varhúsaskóla. Á sumrin fór hann í sveit að Indriðastöðum í Skorradal og Ingar Hörðardóttur. Ég hélt góðum tengslum við hann alla tíð. Æskan einkenndist af prakkarastreikum og athafnasemi. Hann hafði góða vini sem tóku þátt í ævintýrum með honum. Hann gerði sjálfur við skemmtilögur og kippti hann aftur á með því að taka girkassann í sundur og setja hann saman aftur. Hann var þátttakandi í siglingaklúbbnum og lenti eitt sem þar í áskar og bjargaði sér með því að synda sjálfur í land. Tóti var skemmtilegur, mikið veislamenni og fólk laðaðist að hann. Þegar hann var tvítugt fór hann í heimsreisu með frænda sínum og alla tíð átti hann eftir að ferðast mikið og koma til margra landa. Hann vann ýmis störf og var meðal skíðavörður og barþjónn og tíma rak hann ein bar í miðbæ Reykjavík. Hann fór til Manchester þegar hann 25 ára gamall og hóf störf hjá Atlantic og var síðan fluttur niður til London á Gatwick. Vann fyrst sem aðstoðarmaður flugvirkja og síðan hélt hann utan lager flugfélagsins. Hann var handleginn, lausnamiðnaður og úrræðagóður í störfum sínum. Á þessum tíma kynntist hann aðallega Kjell. Þau hófu samband sitt árið 1997. Þau flytja heim árið 2000 og kaupa íbúð á Seltjarnarnesi. Saman eiga þau 3 börn. Jenna fædd 2006, Ísfold fæddist 2 árum síðar og Guðni Kamel kom í heiminn 2011. Á þessum tíma Tóti stundum að vinna erlendis, meðal annars í pílagrimmaflugi á Indlandi. Það starfaði einnig hjá flugfélagi Íslands. Tóti og Alla skilja árið 2004. Börnin eiga margar góðar minningar pabba sinn. Þau fóru með hann í hjólhýsi á Laugavatni og fóru í útilegur víða landið einnig. Var leið best út í náttúrunni með börnum. Á Laugavatni var alltaf bátakeppni, þar sem hann spilaði bátar með börnunum, allt þar til lækurinn fornaði upp þar sem þau sjósettu flegi. Tóti hlustaði á þetta og veitti þannig skilning og stuðning. Margir minnast þess að hann reynst vel með því að staldra við og veita þeim athygli á þann hátt. Fyrir rúmum 3 árum kynntist Tóti Írisu Dögg Jóhannesdóttur. Hún minnist hans fyrir hugursemi og hjartahlýju. Hann hafi stund og hann hafi hugsað aðra á undan sjálfum sér. Þegar þannig getur þú stundum verið á eigin kostnað og tekið á hlutum. Íris upplifði hann sem líflegan og gamansaman herramann og stóran karakter. Þegar Íris var 50 gaf Tóti henni kross sem var gerður úr steini sem hann hafði tekið úr heimatætt.
Hann tók upp því að hlaupa og fór að mæta á æfingar hjá trinnklúbbnum hér á Nesinu. Og stuttum tíma tók hann miklum framförum. Ekki löngu seinna var hann að keppa í hálfmaraþoni í Lissabon. Þetta hlaupaævintýri einkennandi fyrir hann. Það var mjög þannig að það var allt eða ekkert, engin meðalveg. Og síðustu árin starfði hann sem smiður. Það má sjá handverk hans líta. Hann var í eðli sínu listamaður. Hann teiknaði ekki neitt upp, heldur sá fyrir sér það sem hann vildi gera, vildi vera frumlegur og var afar listlegur. Hann hugsaði út fyrir kassan, við breyta reglum í spilum og langaði til að snúa á kerfið í hvert sinn sem hann gat. Sjá hvort hægt væri að komast upp með hlutina. Talaði í frösum, átti til að henda í vísu þegar vel lá á. Lífið ekki alltaf slétt og fellt. Það þurfti að takast á við hrakandi heilsu. Fyrst fyrir 3 árum, þegar gulu og lifrarbylur. Hann gat verið með eindæmum þver og þrjóskur þegar hann var hvattur til að leita læknis. Hann var í Belgíu að vinna í desember og það brakaði heilsunni enn frekar. Hann var fluttur á spítala í janúar og skildi við 3. febrúar síðastliðinn á gjörgæsludeild Landspítalans. Minning góðan mann lifir, við ferum að Guði vonar, ljós og upplýs. Ég hef flytið hér nokkrar kveðjur til viðbótar sem hafa borist. Fyrst vil ég senda kveðjur til krakkana og allra hinna frá Inga Seini. Hjónin Harpa og Gunnar vilja sýna hluttekningu og senda kveðjur. Og Jóhannes Stefánsson sendi samúð kveðjur til aðstandenda. Við vottum aðstandendum Þórðar okkar innilegustu samúð kveðjur. Nei, Guði ykkur styrkir þessari ótímabæru sorg. Hvíl í friði, elsku Þórður, bæði frá Hollandi, frá Sigurði og Rósu. Og ég flytt samúð kveðjur frá Brynhildi Baldursdóttur og fjölskyldu í Noregi. Pétur Þór Guðjónsson vil þakka Tóð og frænda fyrir samhildina og sendir samúð kveðjur. Og Stefán Guðmundsson sendir hinstu kveðjur á vinsingum. Og Vesturnar fjörðum bæsa samúð þeir frá Heppa og Sönd. Yo!
Það sem ég elska, væri ég þér. Allt sem ég þykir væntum, það ég umsóknir. Þetta er okkur daga. Hvað gefur okkur lætur? Þetta hjálpa ástöðum Tóta að muna eftir og þakka fyrir það líf sem hann lifir. Þakka fyrir þau sem eru sorgmætt og hugga þau sem huggunar eru þurr. Gef okkur von þar sem örvænting er, huggun þar sem sorgin er, ljós þar sem myrkur grúr. Gef okkur styrk, von og kærleika þinn. Umvefðu okkur öll, elsku þig. Þú sem ert ljós heimsins sem þú senda þeim sem nú sitja, þitt eigið og ljós. Og byrja bænum sem Jesús kenndi og segir, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörð sem á himnum. Gef oss daglega brauð, fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem fyrirgefum vorar skuldir. Megi leið vors í Kristi, að þið frelsa oss frá illu, þegar þitt er ríkið
Takk fyrir og þig. Takk fyrir. See the pyramids along the Nile. Watch the sunrise on a tropic isle. Just remember, darling, all the while you belong to me. See the marketplace in old Algiers. Send me photographs and souvenirs. Just remember, when a dream appears, you belong to me. I'll be alone without you. Maybe you'll be lonesome too, and blue. Fly the ocean in a silver plane. See the jungle when it's wet with rain. Just remember, till you're home again, you belong to me. I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too, and blue. Fly the ocean in a silver plane. See the jungle when it's wet with rain. Just remember, till you're home again, you belong to me. Lifandi vonar, uppist Jesú Kristus, Jesus sagði ég er svo lífið, sem trúar á mig mun lifa. Okkur þig. Þórður Ægir Jönsson, af jörðu skal komin, að jörðu skalt aftur verða, og af jörðu skalt aftur upprísa. Veit honum Drottinn þína eilífu hvíld og láti þetta eilífa ljós vísa honum, hann hvíli í friði. Amen. Allt eins og blómsveig, uppvex á sléttri grund. Fagurt með frjóum hreina, þið stundast morgunstund.
There's no way that will be no trouble. Just can't some way. It's like people try to walk away. Say it's okay that I've seen. Just scream. And feel sometimes I'll never see. Got to look into all that young. I can know life's simple that young. Oh, I can look into all that young. Get on the way. Get on the way. Don't sit there. Don't sit there. Oh, no, no, no. Get on the way. Me and you have to learn right well in school. This life have to realize all to make without the work and life. Got to live into all
Þetta var góð lokaleik. Ég hefði viljað kissa Petru, ég er bara svo rosalega mikið af fólki að það.